Komið blessuð og sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Jólin nálgast. Gestur okkar að þessu sinni hefur yfirleitt haft mikið að gera í vinnu sinni fyrir jól og kannski aðra daga líka. En nú breyting á. Guðrún Karítas Garðarsdóttir, fyrrum verslunarstjóri hjá Eymundsson á Akureyri, ætlar að líta hérna inn og ég ætla að bjóða ykkur með. Gjörið svo vel. Guðrún Karítas, verður velkomin. Já, takk. Já, bara miðað við þeirri stöðu þá spyrir maður náttúrulega jólabókarflóðið, það er náttúrulega löngu komið af stað. Jú, það er, sko bækurnar byrja að koma í október. Þá byrjar þetta inn svona ein af annari. Já. Og síðan bara skellur þetta á í nóvember. En af hverju er þetta svona, af hverju er þetta ekki dreift meira yfir árið? Já, það er nú það. Ég veit ekki, ég held að sé samt að breytast. Það er svolítið að breytast. Það er útgáfan er svolítið að dreifast og eins og eru náttúrulega breytti tímar sko. Það þykir ekki lengur hallærislegt að kaupa sér kilju. Kiljur voru bara svona það var ekki gott fyrir einhverjum árum. Flugstöðabókmenntir. Já. En núna er fólk miklu meira að kaupa, það er náttúrulega ódýrari og fólk er að grípa þær allt árið. Já. Þannig að ég held að þetta mun breytast með tímanum sko. En bókin, lifir hún? Að sjálfsögðu. Já, sjálfsögðu, það var talað um það að hún myndi kannski ekki gera það. Ég veit að það er alltaf einhverjar svartsýnisraddir sko. Já. Það er bara eins og með interneti var bóla, manstu, það var ekkert sagt, interneti var í bóla. Algjör bóla. Já, svo er ekkert að marka, svona, en nei, bókin verður alltaf. Segðu mér annað. Já. Jólin verða öðruvísi hjá þér núna heldur en hafa verið undanfarin ár? Já, þau verða þannablega heldur hafa verið undanfarin 5 ár sko. Ég bara verð mjög róleg. Ertu búin að ákveða hvað er í jólamatinn? Já, það er nú svona yfirleitt eitthvað svipað. Já, ég er búin að ákveða það. Já. Þú hefur haft tíma til þess? Já, og núna sé ég fram á það að vera ekki að sjóða hangikjötið þegar ég skýst heim á Þorláksmessu. Ég á það yfirleitt eftir sko, ætlar að vinna í búðinni til miðnættis. Og þá hef ég skotist heim 4 og hent hangikjötinu í pott og þetta er allt svona gert. Maður gerir það en hefur ekki gert neitt einhvern veginn almennilega. Verslunarstjóri í Eymundsson á Akureyri. Já. Opið nánast frá morgni til kvölds. Já, nánast alla daga. Já, 10 alla daga ársins, það er 3 dagar lokað. Hvaða dagar eru það? Það er jóladagur, annar í jólum og Ekki nýjársdagur? Og nýjársdagur, jú, það er þessi 3. En allt annað opið? Já, allt annað opið. Páskarnir fórum að hafa opið alla páskana fyrir 2 árum. Það er bara, ef við viljum fá fólk í bæinn þá þurfum við að hafa afþreyingu líka sko. Já. Þannig að. En þú sem verslunarstjóri þurfti þú alltaf að vera við? Nei. Það er ekkert svoleiðis? Nei. Tók virkudagana og bara frábært starfsfólk og flotti krakkar að vinna kvöld og helgar. Og þú færð frí svona á þannig tímum? Já, alltaf með símann samt. Alltaf með síma. Mikið hringt? Misjafnt. Áttu góðan síma? Já, ég á sjálf góðan síma. Já. En nú fer þetta að dofna? Já. Nú ertu bara hætt hjá Eymundsson? Já, nú er bara hætt. Hættir mánaðamótin? Já. Hvernig líður þér? Mjög vel. Ég var búin að hugsa þetta í marga mánuði. Ég var orðin þreytt og það væri kannski bara kominn tími til að annar tæki við keflinu. Yeah. Þannig að ég lét bara verða af því og svona mín draumastaða var að vinna ekki í desember. Þannig að ég sagði upp í ágúst. Þannig að þú ætlar að eiga frí alveg í desember eða? Já. Ertu búin að vera í frí frá mánaðamótum? Já, þannig svona eitt og annað, maður er alltaf með einhver verkefni á bakinu sko. Já. Þannig að. En þetta er krefjandi tími í desember? Já, hann er það. Og líka skemmtilegur, maður á að njóta hans. Já, en sko það er ekki allir sem að geta sagt að þeir njótansmennir eru í svona miklu athjá og miklu vinnu? Nei. Það flýgur svolítið frá manni í svona starfi, þá er þetta bara, það er sífellt að mikið áreiti og ýmislegt sem þarf að ganga upp sko. Þannig að nú er ég bara að lausa það, nú er ég bara að láta sjálfa mig og heimili ganga upp. Ferð þú og ferðu þig kaffi í Eymundsson? Já. Á frídögum? Já. Nei? Jú. Já. Besta kaffi í bænum. Besta kaffi í bænum? Já. En hvað segja þá sko starfsmennir í gömlu sem að unnu með þér?
Ég var nú búin að vara þið við, sko. Ég myndi nú vera þarna eins og þarna... Grár kötturinn, eins og jólakötturinn. Fylgjast með hvort ég geri þetta almennilega. Já, en það er ný manneskja komin í staðinn. Hefur hún verið með þér í þessu að undirbúa eitthvað? Já, hún var með mér frá miðju nóvember. Þannig að ég var búin að fylgja mér. Og þetta er reynslu mikið kona og hérna, ég full að trúa á því að hún gerir þetta vel. Kemur kona líka? Kemur kona, já. Er það betra heldur en að hafa kall? Nei, ég er ekkert viss um það. Ég held að skipti ekki máli, sko, en það er einhvern veginn þannig í öllum þessu verslunum sem Eymundsson er með, Pennin Eymundsson, þetta eru nú einhverja 14 verslanir, að það eru bara 2 karlkyns verslunarstjórar. Já. Fjölskyldan, hvað segir hún? Ég held að það sé bara kátt með þetta. Er það? Já. Ertu meira heima? Já. Já. Ég meira heima og ég var búin að lofa því að vera svolítið að baka í desember. Já. Þannig að... Það vera svolítið að baka, já. Þannig að yngri dóttir minn, hún sagði ég yrði svona ömmuleg. Þannig að er það ekki bara notalegt? Já. Svolítið kósí. Hvernig er samsetning af fjölskyldunni þinni? Já, sko við erum samsett fjölskylda og hérna ég er í mínu seinna hjónabandi. Þú segir ekki öðru hjónabandi, það er gott. Nei, ég er í mínu seinna hjónabandi. Og hérna ég á 2 dætur úr fyrra hjónabandi og það er Védís og Ásdís, heita það er, og er að detti það að verða 18 og 22. Já. Og svo er það maðurinn minn Böðvar, Keflvíkingur, og hann á 2 börn og drengur, hann Jón, hann fæddur 2003, hann 12 ára og er mikið hjá okkur, og svo er dóttir hans Kristbjörg, hún er 9 ára 19 ára. Hún reynda býr og þingir í núna og er 9 ára mamma, þannig að hann er hann afi, þannig ég er stiðan í því hlutverki. Þú ert ekki hann amma? Nei, ekki, já. Jú, auðvitað fær maður eitthvað inn í það hlutverk. Já. Það er ekki spurning. Nei. Þetta er náttúrulega yndislegt. En hvað segirðu, Keflvíkingur maðurinn þinn? Já. En þú sjálf, hvaðan kemur þú? Ég er Reykjavík. Þú Reykjavík? Já, Breiðholtinu. Úr Breiðholtinu? Já, mjög stolt. Það er það? Já. Þannig að... Við vorum að spjalla Breiðholti hérna rétt aðeins, sko, og ég hafði farið, þvælstangað upp eftir óvart, ég var að leita að heimilisfangi. Já. Og það kom mér óvart hvað þetta er stórt og mikið. Já. Þetta er gróið og fínt þarna hverfi og... Já, ég meina, þú sér það, ég er 2 ára því ég flyt hérna og ég er nú, þannig að hverfið er yfir 40 ára gamalt. Og hérna, ég meina þarna er allt til alls og þarna þetta Breiðholti skiptist í nokkur hverfi og ég meina íbúafjöldin er svipaður á Akureyri, þannig að við getum ímyndað okkur og þarna er flóra mannlífsins. Já, fullt af fólki. Fullt af fólki og já, þarna var frábært að alast upp. Er það? Hvernig var það? Það var bara krakkar út allt, allir út að leika, bara dingla á bjöllum, allir fóru út. Það voru brekkur í hverfinu, þannig að það var hægt að skíða og sumrin boltaleikir og þannig að þetta er sundlaug og það er framhaldsskóli, í rauninni þarf maður ekkert að fara úr Breiðholtinu. Fórstu þína skólagöngu nánast upp í framhaldsnám? Já, ég var stúdent úr Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Ég var svona að velja hvort ég ætlaði í Vestló, MS eða FB og niðurstaðan var eiginlega bara ég nennti ekki að taka strætó. Já, til að fara niður í bæ? Já. Þannig að ég fór í FB og flesta mínu vinkonur og útskrifaðist þar 91. Já. Þannig að, já. En þú þurfti samt að fara úr Breiðholtinu til þess að fara í framhaldsnám? Já. Og í hvað fórstu? Þá fór ég til Akureyrar. Nú, já. Komstu þá til Akureyrar? Já. Og hvernig í ósköpunum kemur Akureyri inn í þetta dæmi? Já, einhvers konar ævintýraþrá, sko. Ég eiginlega veit ekki, þetta var bara nýlegur skóli þá. Samt ekki alveg sprungunir, hann var búinn að fara svona í gegnum fyrsta árin. Og ég byrjaði hérna 93, ég tók mér hérna 2 ár í pásu. Og við komum hérna í ágúst 93, ég og fyrrverandi maðurinn minn, og þá var ég orðin ófrísk af eldri stelpunni, en hún er fædd hérna á Akureyri í mars 94, en hún er akureyringur. Já. Og hér vorum við til 97. Þannig að... Meðan þú varst í skólann? Já, og ég var sem sagt tók hérna rekstrarfræðina og hann var í 4 ára námi á sjávarútvegsdeild. Þannig að, já, síðan flyttum við suður og ég klára síðan, seinna klára ég svo viðskiptafræðina á Bifröst. Já, fórstu í það eftir dvölina hér? Já. Þannig að hér vorum við, já, og hér var bara gott að vera og lifðum bara eins og námsmenn og
ég fór aldrei í Brynjus, vissi ekki eins og hver var, maður bjó hérna upp á Klettastíg í stúdakörfunum og þannig. Fórstu aldrei í Brynju? Ég vissi ekki hvað Brynja var. Já. En það var bara einhvern veginn, svona var bara líf námsmannsins, maður bara fór í skólan og við varum alltaf með lítið barn og þetta var einhvern veginn bara svona, maður var að harka þetta bara. Heldur þetta hafi verið sko, eða orðið öðruvísi ef þú hefðir farið í þetta framhaldsnám í Reykjavík? Já, ég veit það ekki. Akureyri breyttir eitthvað eða breyttist eitthvað hugafarið við það að fara norður eða? Já, það gerði það alveg örugglega af því að eftir þessa dvöl hér þá ég náttúrulega fékk mjög sterkar taugar til Akureyrar, náttúrulega maður á sitt fyrsta barn og maður hefur sinn búskap hér. Þannig að taugarnar voru alltaf mjög sterkar og ég held að þessi dvöl gerði mig að dreifbýlis tútu. Þannig að sko meira en helminginn af minni ævi hef ég búið frá Reykjavík. Já. Þannig að sér það ég fer 23 ára frá Reykjavík eða 22 og búin að vera þá nánast leitulaust á nokkrum stöðum á landinu. Nei, það? Já. Segðu mér. Nú hérðan þá vorum við Hansens lærið sjávarútvegsfræði, þannig að okkar líf sneri svolítið í kringu sjávarútveginn. Við vorum árið í Þorlákshöfn, þess að hann fékk vinnu þar. Og þar byggum við því ég átti yngri stelpuna. Og árið seinna þá flytjum við til Vestmannaeyja. Ég hef oft sagt að við bara biðum eftir Herjólfi í ár í Þorlákshöfn. Og vorum í 5 ár í Vestmannaeyjum. Og voru þar það var bara tekin ákvörðun það að flytja þangað og ná að eignast eitthvað pening og til að geta eignast húsnæði. Og Vestmannaeyja dvölin var náttúrulega bara stórkostlega, átti að vera 2 ár en urðu 5. Nú eftir það þá flytjum við til Keflavíkur. Og þetta var allt svona atvinnutengt. Það er alltaf með atvinnu að gera. Allt tengt sjávarútvegi. Já, og maður færði þessi bara eftir hvar. En fékkst þú vinnu á þessum stöðum? Já, ég fékk vinnu. Ég var alltaf heima til að byrja með fyrst þarna í Vestmannaeyjum. Svo vann ég á háskólasetri, það er útibú frá Háskóla Íslands. Síðan, svona þegar eldri stelpan fór í skóla þá ákvað ég að vera heima við. Og svo eftir það fór ég að vinna í fiski. Vann í vinnstöðinni og bara var þar í síld og bara öllu sem til fjall. Já, hvernig líkaði það? Það var mjög æðislegt, frábært. Hafðirðu nokkurn tímann hugsað þér það að segja Breiðholtsstelpan að þú myndir lenda í fiski? Nei, í sjálfs ekki sko. En þegar maður býr á svona stað þá er þetta bara partur af sko bæjarlífinu. Þetta er svo stór þáttur í atvinnulífinu og þetta var bara alveg frábært. En Vestmannaeyjum, var það þá Herjólfur eða var það flug? Það var mest Herjólfur. Já. Og það var svona verra með, þetta var farið að vera ansi slæmt sko, maður svona lenti oft í slæmum veðrum sko, á sjóleiðinni. Og það var Þú ert ekki hrifin af því? Nei, ég er alls ekki hrifin af því, Fórstu þá með flugi? Nei, því á þessum tíma flög ég ekki heldur. Þannig að þú er engan áhuga flugi heldur? Nei, núna hef ég er búin að redda því sko, en þetta var orðið svolítið erfitt að vera flughrædd og sjóhrædd og búa í Vestmannaeyjum. Það gengur ekki. Nei, maður þarf svolítið að vera En hvað sem þú ert búin að redda þessu, hvað segirðu, hvað áttu við? Ég fór á flughræðslunámskeið núna í september, maður er alltaf að taka hans til í sjálfu sér. Gerðirðu það? Ég skellti mér, já. Núna bara eins og maður segir nú daginn? Bara nú daginn. Já, hvað bara nú nóg komið. Og ég var alltaf löngu hætt að fljúga innanlands og ég var svona eiginlega að hætta að fljúga milli landa. Og það er orðið svolítið skerðing á lífsgæðum. Já. En maður ætlar alveg að sleppa því. Þú varst alveg hætt að fara til útlanda í ferðalög? Já, ég reyndi að gera allt til að fara ekki. Maður fann sér svona afsakanir til að fara ekki. Mikið að gera í vinnunni og... Já, bara ég kemst bara alls ekki. Nei, var það svo? Já, það var svoleiðis. Og svo ferðu átt á námskeið? Já, ég skráði mig á námskeið sem best að auglýsa það bara. Það er námskeið sem Icelandair er búin að vera með í 18 ár. Og tekur á þessar flughræðslu. Og það er bara þannig. Og ég er ekkert flughrædd lengur. Ég er búin að fara í 2 flug síðan til útlanda. Nei, það? Já, þannig að það er bara stórkostlegur árangur. Ertu búin að fara í 2 flug síðan í september? Já, það er náttúrulega var þetta útskriftarflugið. Það er partur af námsskeiðinu. Já, þú útskrifast? Maður útskrifast, já. Og
námskeiði endar á þessu flugi á einhvern áfangastað í Evrópu, Já. bara fram og tilbaka. Og svo var eitt flug eftir það sem var svona fyrsta testið fyrir mig sjálfa. Og hvernig gekk það? Gekk mjög vel, ég satt við neyðarútgang og fannst það bara lítið mál, ég myndi nú bara aldrei rétt þessu fólki ef eitthvað kemur fyrir. Já, en sem sagt að þú metur það að þetta námskeið hafi í rauninni breytt svona? Já, það gerir það. Og í hverju felst það? Ég meina, hvað það að læra? Er það að læra að fljúga eða hvað verið að gera? Nei, það náttúrulega bara farið yfir alla þætti flugsins og yfir eðlisfræðina og yfir flugvélina sjálfa og svo bara hlutverk sálfræðinsins á námskeiðinu að maður svona að takast á þennan ótta og hvernig maður getur gert það. Já. Og það, ég held að það nýtist bara ekki bara í þessu. Það bara nýtist held ég í lífinu. Hvað sagði Böðvar? Var hann ekki ánægður með að skildi fara á námskeið? Hann var alsæll vegna þess að honum oft svolítið illt í hendinni eftir að við erum búin að fljúga. Hann fór kreistan svolítið. Þannig að hann held ég alsæll sko. Já. Þannig að þið líður vel bara og hugsa bara fallega til flugvélar þegar við sér það hérna fljúgandi? Já, nú verð ég bara drottning háloftana. Drottning háloftana og hætt í bókabúðinni? Já. En sko, þú kemur svo aftur til Akureyrar? Já, við fluttum hérna frá Akureyri 97. Ég kem síðan aftur hérna 2010, kem ég aftur. Til að? Sko þá eiginlega bara stóðum við með ykkur á ákveðnum tímamótum. Já. Þá ég hafði skildi rétt fyrir jól 2009 og þetta var svona svolítið bara, við vorum bara að byrja upp á nýtt. Já. Og eldri dóttirin var að fara í framhaldsskóla og hún var, við vorum loksins komið með greining og hana búið að vera í 10 ár að berjast í því og það var náttúrulega niðurstaðan, ekkert náttúrulega, niðurstaðan var svo, og við vissum það alveg, hún þurfti að fara í svolítið svona sérnám og þannig ég var búin að skoða starfsbrautir þessara skóla hérna á landinu sem bjóðu upp á starfsbraut fyrir börn með fötlun einhverja greiningar og fyrir að fyrsta það var starfsbrautin hér, mér fannst hún bera af hérna í verkmenntaskólanum og mér var svolítið komið tími til að hún fengi að blómstra í sínu námi og búin að fara í gegnum grunnskólan og alltaf verið, ekki eins og hlutin átt að vera svo sem að því hún var ekki með greiningu en plús það að ég var skilin og hérna var besti skólinn og hér var líka góður maður. Það hafði líka, hann Böðvar. Já. Og það, stelpurnar samþykktu það að koma norður, Ásdís var þá fyrir 7. bekk. Já, hvernig var að fá börnin í þetta? Þær voru til í þetta. Já. Ég náttúrulega gerði þetta með þeirra samþykki. Já. Og þær voru til, þannig að það var ekkert, einhverstað þurftum við að búa, hvað sem var. Þannig að við vorum að hefja nýtt líf. Já. Þannig að þetta var bara niðurstaða og gekk alveg ótrúlega vel og námi hjá Védísi í starfsbrautinu verkmenntaskólanum algjörlega stórkostlegt og hún útskrifast þaðan í maí 2014 eftir 4 ár og og hér erum við bara og við erum allar bara mjög kátar og förum sjaldan suður. Já. En hvar hittirðu Böðvar? Nú ég rakst nú bara á hann fyrir sunnan. Já. Og við áttum það voru sameiginlegir vinir og svona bara, eitt leit af öðru. Eins og gengur. Eins og gengur, já. Og hann hefur reynst okkur ótrúlega vel, okkur maðurkoma, því við vorum náttúrulega, maður skilur í lok árs 2009 og svo flytt í norður í júní 2010. Að þetta náttúrulega ekki langur tími, í einveru og ég þurfti svolítið að fara í gegnum það, hvort þetta væri, þetta var ekki alveg eftir bókinni. Man finnst ekki þegar maður skilur, þá þurfum maður að vera einhver ára, 2 eða 3. Þannig ég þurfti svolítið svona segja sjálfur mér það væri engar reglur í þessu, En nú er þetta hætt í búðinni. Já. Og er þetta dandalast og jafnvel baka í desember. Já. En þú lærður rekstrarfræðingur, þú lærður viðskiptafræðingur. Já. Og ertu þá að vinna eitthvað í því, eða? Já, ég áður ég fór nú í bókabúðina þá var ég búin að vinna í nokkur ár hjá PricewaterhouseCoopers endurskoðun. Já. Var þar í endurskoðunarhópum og fyrir þann tíma vann ég mikið í bókhaldi í fyrirtæki á Suðurnesjum og þannig minn bakgrunnur er bókhalds. Þannig þú hefur reynslu? Ég hef reynsluna sem er að nýtast okkur mjög vel núna á heimilina því við erum með 2 fyrirtæki. Nú? Já. Já, bara 2 fyrirtæki á minni. Þannig að ég er svo sem
hef í sjálfu sér alveg fínt að gera. Já. Má ég spyrja hvaða fyrirtæki þið með? Já, sko við eigum á svona öðrum hjónum erum að reka byggingafyrirtæki. Lítið? Nei, það átti að vera lítið þegar til þess var stofnað og planið Það átti að vera lítið? Já, planið var að þeir eru 2 og jafnvel með 2 með sér, smiði. En þetta var hérna í 2014 byrjun ás. En fljótlega var þetta orðið stærri en það og starfsmenn eru núna yfir 20. Já. Þannig að þetta er, já. Þetta ekkert voða lítið? Nei, er ekkert voða lítið lengur. Og hvað smíða þeir? Já, þeir hafa nú verið að reisa hérna fjölbýlishús og hótel á Húsavík og það bara er í allskynsverkefnum. Já. Hitt fyrirtækið? Já, það er hérna krúttfyrirtæki okkar gistheimilið. Þetta er gistheimilið? Já, við erum gistheimilið og hérna sem við stofnum líka bara á sama tíma, þessu rétt áður en við byggingafyrirtæki var stofnað. Og hérna, já, við semst keyptum hús hérna á góðum stað á Akureyri, nánast í miðbænum og hérna dæmdum okkur bara út í þetta. Ákváðum að prófa, búum að miðhæðinni og erum svo með gistinguna niðri. Hvernig er þetta? Þetta er rosalega skemmtilegt. Já, er það? Mjög skemmtilegt. Hvaða fólk þetta fá? Ég myndi segja 90% útlendingar. Já. Og hérna sumarið er bara, já það er nánast eingöngu útlendingar og svo eru Íslendingarnir svona tautlast yfir veturinn. Já, meira í svoleiðis. Já. Og þetta er skemmtilegt? Þetta er skemmtilegt. Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er mjög mikið binding, eins og yfir sumartíman, en algjörlega þess virði. Aldrei neitt vandamál, allir á skallanum og þess áttar? Aldrei, nei. Aldrei. Er svoleiðis bara búið? Já, ég held sér bara búið. Fólk kemur og hérna, sumir koma seint, mér stundum koma of seint af því mér svolítið missa af bænum sko. Já. Og svo eru farnir yfirleitt snemma. Já, þannig að þeir eru í rauninni bara til að gista. Já, margir eru bara 1 nótt, sumir, þú veist, 1 til 2 nótt algengt. 3 nætur, já, ekki svo algengt, en svona, það eru 1 og 1 sem hefur vit á því að nota Akureyri sem, sko, bara dvelja hér og gera út frá. Já. Þannig að það er eitthvað nóg að gera hjá þér þrátt fyrir það og sért búinn að vera í þessu erilsama starfi sem verslunarstjóri hjá Eimsson. Já. Að þú hvílir þig ekkert á milli? Nei, en ég en það er kannski hluti af því að ég ákvaða hugsa hans með gang var að ég var farin að gera kannski svolítið mikið, sko. Þú ert alltaf, sko, ég heyri það á þessu spjalli okkar, að þú ert alltaf fyrir það svona aðeins að skoða hugðin og skoða stöðuna. Já, ég er svona aðeins að reyna að vera svolítið vakandi yfir því og já, ég held sér rétt hjá þér. Og þú lítur að lesa mikið líka? Já. Gegnum þetta starf? Jú. Hefur gaman að bókum? Já, ég gaman að bókum. Ég hef alltaf lesið mikið. Ég var læs, bara mjög ung læs. Já. Og bókabíllinn kom alltaf í hverfið, sko, 2 í viku og maður fór alltaf á bókabílinn og fyllti pokann og fór heim og las. Já. Og svo beðið maður eftir að kemja aftur til að skila. Þannig að þú náttúrulega verið í draumastarfi hvað það snertir. Algjörlega. Já. En svona önnur áhugamál, eitthvað sem er kannski allt öðruvísi? Já, það var reyndar ekki geta mikið stund að það síðastlega 2 sumur út af gistheimilinu en við spilum golf. Og svo er það skíði á veturnar, þannig að þetta er náttúrulega sport sem fer mjög vel saman. Já. Maður pakkar öðru niður og þá tekur maður hitt upp. Já. Og svo ég reyna að synda nokkur sinnum alltaf vikulega, ekki vikulega, nokkur sinnum í viku. Já. Þannig ég hef svona haft það fyrir reglu, fyrir sund 3-4 sinnum í viku. Já. Á morgnana. Ég þrífst illa í svona líkamsræktarstöðvum. Ég finn mér allar afsakanir til að fara ekki þangað. Já. Þannig að þetta er svona helsta, sko. Ég fór mikið á fjöll hérna áður, sko. En það einhvern veginn hefur minnkað, ég er ennþá leiðin á súlur. Þú ert ekki búin að fara? Nei. Ekki heldur? Nú, já, ok, þá er þetta alltaf með mig. Já, en sko, þið þá saman fjölskyldan í þessu? Þið hjónin í golfinu og þið þá fjölskyldan á skíðunum? Já, við hjónin í golfinu og svo höfum við reynt að fara öll á skíðin. Sem er alltaf búið að skemmtilegt. Já, mjög gaman. Já. Svo ég er þetta bara að búa hér, sko, það er náttúrulega ótrúlegt að vera með fjalli hérna í bakgarðinum, sko. Já. Og við gerðum það svolítið að fara bara eftir vinnu, klukkutíma upp í fjall. Ljósinn í brekkunum, klukkutími, það er alveg rétt. Já,
það er ótrúlegt. Já. En þetta þýðir það, heyri ég, að þrátt fyrir það að setja skipt vinnu, að þú ert ekkert að fara, ekkert að flytja. Nei. Það halda það svo margir, sko, það er svo margir búin að spyrja því. Já, maður heldur það, sko, akkurat. Já, og ertu þá að flytja, spyrja það allir. En það er alls ekki þannig, sko. En það er kannski að þetta er náttúrulega frekar spennandi starf, að vera verslunarstjóri í Eymundsson. Og það er kannski fólk haldi það, að fyrst maður er að sleppa því, þá hljótið að vera bara því maður er að fara. Fara í eitthvað annað? Já. Flytja tilbaka, söður? Já, nei, ég sé ekki annað en við verðum bara hér. Keflvíkingurinn og Reykvíkingurinn. Sko, Böðvar er náttúrulega búin að vera hérna frá 95, meira og minna. Já. Þannig að við einhver smá Danmerkurhlýi og... Já, svona námi og slíku. Já. Þannig að það er sko... nei, við förum ekkert. Það er gott og ætti ekki að flytja. Já, segðu. Verða bækur í jólapökkunum frá þér í ár? Já, það er alltaf einhverjar bækur. Ég sé bara alveg fyrir það að það bara eru engin jól án bóka. Þannig að þú er bara glöð með þitt? Ég er mjög glöð, já. Jólin er koma? Já. Og ég ætla að taka þig mynd. Já. Þannig að þetta er sko alveg eins og þetta á að vera. Sjá. Jólamyndin í ár. Já, ég beinti kortið. Elska mín. Vantar bara jólasveina húna. Já. Guðrún Karitas, það var ánægilegt að spjalla við þig. Já. Gangi þér vel á nýjum vettvangi. Já, takk fyrir það. En þú heldur áfram að lesa. Ég held áfram að lesa, gerðu það.